Lagið Crazy Bastard farið að hljóma hér á FM 957 klukkan orðin rúmlega 4 þriðjudagurinn 11. september og já, þeir félagar sestir hérna í stúdíóið í FM 95 Blö. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr litla krútlega kjötbollan Sverrir Þór Sverrisson, verður velkominn. Komið í sæl og blessu, kæru hlustundur. Já, þannig að heyrið það, hann opnar hér í stuði með Guði, eins og Gunni Benna, vinur minn, sagði áttum í vörst. Já, í stuði með Guði. Já. Í botni með drottni. Já, það er hellingur og svona góðum línum og það er einmitt það sem við verðum í dag, við verðum í stuði við strákarnir. Já. Og já, 11. september, það er nú dagur sem maður gleymir aldrei, allavega ekki verið 11 árin síðan. Nei, það er að ósó minn maður. Já, það var skrítinn dagur, ég held að í lífi allra. Já. Svei með þá. Og já, bara sendir maður samúðarkveðjur eða bara rest in peace. Manstu hvað varst að gera? Já, ég var staddur í Frakklandi. Já. Ég var staddur í París og var að leita mér á hótelherbyggi. Já, dauð og drekkin ógslur. Nei, alls ekki. Nei. Það var ekki þannig. Ég var nú í Montpellier hjá Reyni, vinnu mínum, þar sem þú bjóst nú. Já. Og við þurftum að taka eina nótt í París. Já. Og Icelandair var búin að segja okkur að þeir myndi bara hjálpa okkur þegar við kæmum til París. Það áttum við bara að hringja. Og svo var Ingi vinnu minn að hringja út og heim, þar að segja, í Icelandair. Og var að spyrja hvort þeir geti hjálpa okkur með hótelherbyggi í París. Og þau bara svona í símanum, ertu ekki búin að sjá sprengingar í New York? Nei, við erum í París, sko. Þannig að við vissum ekkert hvað er í gangi, en svo náttúrulega sáu þetta þegar við komum upp á hótelherbyggi. En sjálfur, hvar varstu? Heyrðu, ég var að fara í jarðarför hjá afa mínum. Í alvegni? Já. Ok. Það er ótrúlegt. Og varstu búin að sjá þetta þá áður en fórst í jarðarförinu? Já, þú veist, ég var heima og var að klæða mig í spariföt á leiðinni í jarðarförinu. Já, ok. Þá var ég að horfa á þetta bara í beinni, sko. Já, þegar seinni vélinn fer inn líka, eða? Já. Að þú sér það áður að fer í jarðarförinu? Ok. Þannig að þetta er nú eitthvað við rætt í jarðarförinu. Já, ekki aðtöfninni sjálfri kannski. Nei, ég var nú ekki að tala um það. En sorglegt, hrikalega sorglegur atburður. Við skulum bara hætta að ræða hann hér í byrjun á þessum þætti því að þetta er flip-þáttur. Nei, og ræðum aðeins jarðarförinu hans afa míns. Æ, hættu þessu maður. Það er eitthvað aður. Og ég ætla að fara hér yfir þátt dagsins. Við ætlum að hringja til Kýpur við strákanir því að, já, eins og flestir á Íslandi vita þá er landslið okkar í fótbolta að fara að keppa, gríðarlega mikilvægan landsleik við þá hann út í Kýpur og það væri stórkostlegt að ná í stig, hvað þá 3. Við ætlum að hringja til Kýpur eftir þessu eppi og að það okkar sé stemming þar fyrir þessum leik. Já. Það er alltaf gríðarleg stemming á Íslandi og það er alveg sama svona hvernig maður hittir. Það er allir að spyrja maður svona allir ekki að horfa á leikinn. Já, við ætlum að hringja til Kýpur og hringja líka þegar leikurinn byrjar. Hann byrjar 5. Já, hann byrjar 5. Þannig að við komum til að lýsa honum aðeins hérna í útsendingunum eftir. Já, þurfum að kíkja á hann og svona. Vera með pötan á pólsinum. Já, við getum líka hringt kannski í einhverja landsliðsmenn og meðan þeir eru að spila. Talinn og talólur. Já, vera með að svara kællinu. Ertu með númer hjá einhverjum? Já, ég er með eitthvað hérna. Það finnir maður. Hringja í landsliðsmenn og þegar þeir kom inn í hálfleik þá erum við kannski 20 missed calls eða eitthvað. Það er ekki að skoða síma sem í hálfleik. Þetta er ekkert fylgir inn utandeildin í handbolta eins og þegar þú ert að leika þér, sko. Nú, ekki. Þetta er landsleikur í fótbolta. Menn kom inn í hálfleik bara og fara að skoða síma sinn. Ég meina, það er ekki svo það myndi skemma stemmingun eitthvað. Já, það er bara einbeitingarleysi. Já, ég meina, ég get alveg einbeitt mér ef ég er að keppa í fótbolta. Svo bara, já, ok, stappa stálinu, við erum 1-0 undir. Þú er aldrei keppt á svona leveli, drengur. Nei, það myndi samt ekki drepa hann að kíkja á síman sinn. Ég myndi aldrei gera það. Ég væri með hugan gjörsanlega við leikinn. Bara að fara að tjekka hvort einhver sé búin að twitta og eitthvað svona. Nei, bara kíkja hvort þú sett með miss calls eða eitthvað. Það er ekki eins og að það myndi skemma fyrir þér. Þú ert ekkert eitthvað lélegri í seinni hálfleik. Nei, en ég held svona ef að þjálfari myndi sjá það, hann er ekkert alltaf hress með það. Bara hvað er þetta að gera? Ég er að tjekka hvort sem er miss call. Já. Ertu að gera hvað? Ég var bara að tjekka hvort ég var með eitthvað misskól. Það er nú búin að ringja niður í úr útvarpinu. Við erum með fleira, við erum með sturlaða staðreyndir á sínum stað. Við ætlum, Svepp ætlar að lesa einhver tölvupóst fyrir mig hér á eftir. Ég veit ekki alveg hvað það er. Ég get gert það núna, sko. Nei. Þetta er ekkert eitthvað atriði, sko. Já, ok, lestu það samt fyrir mig eftir, það er maður annað að gera núna. Já, þetta er klikkað, sko. Ok, svo ætlum við að ringja líka í Mútu og hún verður eiginlega að svara í dag því að við Svepp erum búin að semja fyrir hana hraðaspurningar. Já. Og það væri nú gaman að fá að, ekki bara fyrir okkur, heldur her fans. Já.
Hún orðin að radio star. Já, það fullt að liðið að núti sem bara að bíða eftir að hún komi í loftið. Já, það hellingur að liðið sem stoppa bílinn þegar hún byrjar. Já, hún náttúrulega bara legend, sko. Þannig að við ætlum að reyna að hringja í hana og, henda á henni. Ég veit samt ekki með sumar hraðaspurningarna sem þú setur inn, en vonum bara hún svari. Henda á þetta. Þannig að það nóg að vera hérna hjá okkur strákunum. Þú ert brattur eða ekki, eins og alltaf? Jó, ljómandi fýtt, sko. Já. Góð helgi að baki. Já, hvernig var helginni þér? Og ljómandi fín, maður. Hvað gerðirðu? Ég fór hérna á haustfagnarstöðu 2 á föstudaginn. Já. Hitti þig. Akkurat. Og svo laugardaginn, þá fór gamla í bústað, maður, og kallið maður bara einn heima með börnin, maður. Var hún með vinkonunum bara? Já, fór bara fyllir upp í bústað, maður. Þú einn heima? Einn heima með 3 kvikindi, maður. Alla nóttina? Já, kallið minn. Ok. Það challenge, maður. Þar var pappi.is, maður. Ég veit alveg hvað þú gerur kvöldi. Hvað meinar þú? Já, ég fekk gesti í heimsókn og hún. Einn heim á laugardagskvöldi. Ég þekki þið, sko. Ég var ekki að rífa í mig. Já, þetta eitt af vinsælasta sem að gera alltaf í útvarpi í dag. Bransin búin að vera að býta þessari plötu. Hún komin út og heitir einfaldlega... Hvað heitir hún þið? Ég veit ekki. Ég samt komið hann í bílinn og hún hrikalega góð. Hún komin í bílinn. Þetta ég veit ekkert hvað gæði þetta Það ekkert leyndamál að þetta gott lag. Sko, alveg hárrétt, þetta fínasta lag hjá honum. Já, platan ekki. Ég nú ekki maður sem að kaupi lög 1 og 3, sko. Nei, við þurfum eiginlega, ég var einmitt að segja þættinum í gær við Bjössa, við þurfum að fá honum manni spjall. Viltu ekki bara leyfa honum að syngja þetta? Já, fínt. Akkurat. Það hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og svo eitthvað lengur, ég með ágætis pakkandaðir. Já, og fyrir ykkur sem veit ekki hvað slúður þá það svona fréttir af frægu fólki og svona sittlítið af hverju. Það hárrétt hjá þér. Takk fyrir þetta. Ég ætla að byrja að segja ykkur þetta frá Kanye West og Kim Kardashian. Ég er svona eiginlega meira frá henni Kris Jenner, veistu hvað það er? Kris Jenner. Nei. Það er mamma Kim Kardashian. Já, ok. Og ég hef nú römpað inn á þetta ruslana en að þessi sjónvarpsþátt og hún er hálf tæp. Það er mamman líka? Já, hún fer eitthvað í mig maður. Og það nýjast að nú er sem sagt Kris Jenner, mamma Kim Kardashian, að segja Kanye West að hætta að syngja og tala kynlífsvídeó dóttur sinnar. Hún, var fyrir því óláni, hún Kim Kardashian, lán í óláni kannski árið 2003, að þá fór eitthvað vídeó með henni á netið þar sem hún var með einhverjum öðrum söngvara. Hefur ekki séð það? Já, og með þessum Ray J hérna. Þú hefur séð þetta? Já, ég hef orðið varfið þetta. Og það sem gerist þar í rauninni verður til þess að Kim Kardashian verður heimsfræg, ljótt að segja. Nú vil hún hérna, Kris Jenner, meina það að hún sé komið í sína eigin fatalínu, hún sé orðin entrepreneur. Dreftu mig. Hvað er það? Bara svona entrepreneur, það er svona, veist, út fyrstur og erfitt að íslenska þetta. Okay. En bara svona þú sett fólk fylgir því sem þú gerir. Já, lítir einhver svona. Já, svona einhver lítir. Svona trendsetter. Já, nema nú Kris Jenner brjáluð út í út í Kanye West því að þetta er mikið að káum þarna. Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West. Hún brjáluð út í Kanye því að hann að semja eitthvað lag þar sem hann að tala þetta kynlífsvídeó ásamt því að Kanye West sagði í viðtali daginn. Þetta bara eiginlega nánast of ógeðslegt til að vera að segja frá hér í íslensku fjölmiðlum. Það bara held ég grautur í heilanum á Kanye West. Hann var að monta svo því við Radar Online sem Radar Online, það einhverju útastöður eða eitthvað. Að hann hafi verið að horfa á vídeóið með Kim Kardashian þegar hann var að njóta ástæð með öðrum konum áður en að þau byrjuðu saman. Þetta vídeó kom honum í gang, eða í gírinn. Hvað að þessu liði? Þarna er komin einhver svona hjörð af pakki sem á of mikið pening og allt of mikið að gera við tímann sinn og þetta rata bara í alla fjölmiðla. Hann syndir ekkert í vitunu, hann Kanye West, sko. Ég held að það væri fýtt spaði, sko. Já, hann góður tónlistarmaður, Lék hann ekki fíla lögina sín tællur, hann ekkert leikinn eitt, sko. Nei.
Hann söng með honum þarna, já. Já, hann mikið með Jay-Z og svona og hann hæfileikaríkur, en hann ekki svo skarpasti. Hver söng hérna Gold Digger? Það hann. Já. Hann og Jamie Foxx. Já, Jamie Foxx, já. Hann mjög góður í því sem hann gerir, en hann manst ekki, hann fór líka upp á svið og byrjaði að rífa kjaftir að Taylor Swift vann þarna velunin bara, hey, Beyoncé, she had the greatest video of all time. Alveg rétt, já. Ung, tvítur stúlka. Það eru sumir svona artistar sem að eiga bara að einbeita sér að því sem þeir eru góðir í. Já. Skilur, þeir sem að eiga bara, hann góður söngvari og rappari fínt, vertu bara í því. Hætt að tala. Lokaðu munnunum. Og hún hérna Kim Kardashian og mammina Kris Jenner, þetta byrja að fara bara pínu í taugarnar á mér, sko. Þetta er fílahjörð þarna af vitlýsingum. Þetta er hálfvitar. Nei, við megum samt ekki segja svona. Jú. Við þekkjum það ekki neitt. Já, ég má dæma fyrirfram þegar ég er bara venjulegur maður, sko. Jæja, ok. Þá ætlum ég að fara í næsta slúður og það er af henni Rihanna. Sakna hennar. Önnur hæfileikarík manneskja og virkilega góð tónlistakona. En hún er í sama ruglun einhvern veginn og Kanye finnst mér. Já. Hún er alltaf að twitta og alltaf að senda frá sér einhverjar svona ruglstaðhæfingar og eitthvað og það nýjasta í henni, þetta er kannski ekkert ruglin, hún var að fá sér risastórt tattoo nema það nær hérna yfir allan brjóskassan á henni og er upp á bæði brjóstin á henni, svona guði sem að svona, þú ert eiginlega bara að sjá þetta tattoo. Ég náttúrulega get ekki sýnt hlustendum það, þannig ég þarf eiginlega bara að reyna að útskýra þetta fyrir ykkur. Þetta fer svona yfir allt brjóstið og, ég er ekki með það hérna, ég þarf að sýna hérna tölvunni. Og þetta er gert fyrir ömmennar sem að lést á þessu ári. Vá. Já, og ömmennar heitir, þetta er The Ink of the Egyptian Goddess Isis. Sem sagt egypska gyðjan Ísis og Rihanna segir að þetta sé til heiðurs ömmunar Dolly sem að lést á þessu ári. Er það svona, ef þú vilt heiðra minningu ömmunar, er þetta að setja tattoo á einhverja gyðju yfir brjóstinar? Ég er nægjus ekki. Ömmunar er bara fegin að vera farin og frá þessu fiskinu. Já, þetta er svo... Þetta er svo miklu vitlisingar. Ekki segja svona. Planta svona liði, svo verður þetta bara svo dýr í búri, sko. En þetta er samt. Hvernig heiðra ömmuðina, þetta er eins og... Akkur fór hún ekki bara upp í kirkjugarð og lagðist hann hérna og bað bænir og gerði eitthvað þannig. Fallegt málverkaðinni heima hjá sér eða eitthvað svona. Já, og veistu, hvað gerist þegar einhver annar deyr í kringum hana? Þetta er einhverja egypska gyðju Ísis yfir brjóstina á sér. Þetta er bara algjört rugl. Já, veistu, ég verði að vera sammálaður. Þetta er bara kjaftaði. Þetta er bara lið sem á allt og mikið pening og veit ekki neitt. Það var það sem ég sagði á hann. Ég segi það, og það er fullt af fólki sem dyrkar þau og sem að gera það svona einhverju freak of nature. Já, fólk tapa sér bara. Og verður bara eitthvað vangið. Manst nú í 70 mínútum, þú tapaðir þarna tíma. Já, ég fann að tattoo að drasla á mig og hljóp út allt bara og held ég ætti heiminn, sko. Svo bara femmaður á jörðin, skilu. Akkurát. Þetta er bara solid. Það er bara þannig. Svo er það síðasta slúðrið og að mínum mætti svona skemmtilegasta slúðrið. Já, komdu með eitthvað almennilegt núna. En það var að vera að bjóða upp, gamlar drulluga nærbuxur af Elvis Presley, en þær seldust ekki og menn eru gríðarlega hissa á því. Maðurinn sem á þessar nærbuxur keypti þær á sínum tíma á $11.000 sem það er bara 2 milljónir. Vildi fá $16.000 fyrir það á einhverju uppboði og þetta eru bláar nærbuxur sem hafa ekki verið þrifnar síðan Elvis átti þær. Hvað djöfusins rugglega það? Ég veit það ekki. Bara ekki búið að þrífa nærbusur í 35 ár. Því að Elvis átti þær og það er að stendur hérna, sko, which features a slight stain in the crotch area. Það er eitthvað svona smá blettur hann í klofinu. Já, það er náttúrulega að gera þetta ennþá verðmættara, meinar þið? Bara suppulegt og ógeðslegt. Hvar geymur nærbuxur þannig hans Elvis? En þú myndir samt, sko, ef einhver myndir bjóða þær, þú myndir henda þeim í ramma og vilja eiga þær, þó svo sért kannski ekki tilbúin að borga 2 milljónir. Já, það er fyndið, sko. Þetta fyndið ekkert það. En sko, eina til dæmis ef þú ættu þær að, ég held að fólk væri bara ekkert að, jú, þú færð alltaf svona eitthvað dæmi með sem sannar þetta sé hans. Já, en þetta er bara samt eitthvað svo steikt. Já, en annars getur bara hver sem sett einhverja bláa nærbuksu bara í einhvern ramma og sagt bara, herra, Elvis á þess? Já. Nei, og hver líka bara nappaði nærbuksunum af Elvis? Fyrir utan það. Hvað var hann bara hlaupandi brókar og laus bara íbúðina rétt á hann dó? Hann var nú ekkert með full FM hann í lokin, sko. Nei. Hann var nú svona tjöppi og komin á síðasta snurring. Þannig að þetta eru stóra nærbusur. Já, þetta er svolítið að nota þetta bara að setja þetta við bílinn þegar það snjóar. En þetta var slúður dagsins. Þetta var svaða slúður. Já, þú varst samt, við erum ekki nógu sátt með Kanye og Rihanna samt. Nei. Þó svo tónlistin er þessi stórkostlega, þá þurfum við aðeins að fara svona
Pep up in the personal life. Já, talandi góða tónlist. Hér Cherry Lil Swessman með föstudagslag sem í miklu uppáldi á mér allavega. Það heitir My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Íþróttum þessi drengur, en sá getur sungið. Sverrir Bergmann með My Heart Will Go On á þessum þriðjudegi. Var hann lélegur í íþróttum? Svessi, já, hann alltaf verið í smá basli með lappirnar á sér. Hann innskefur og hjólbeináttur og var en jú, hann ágætur, hann góður í körfu í dag en hann betri í körfu í dag heldur hann var samt sem úlingur. Hann búin að fara mikið fram. En svo í fótbolta þá var hann var í byrjunarliðinu hjá okkur en það var líka bara því að sko hann hafði bara eitt hlutverk, hann bara fekk einhvern svona mann og hann var bara á honum eins og frakki. Hann bara eins og Martin Keown, bara andandi í hálsmáli og hann var góður í því að taka menn bara umferð. Ég held að það verið mjög pirrandi þegar hann var að dekka þeim. Já, þannig að það var svona eins og í körfubolta. Já, en hins vegar mjög góður að teikna og góður að syngja. Góður að teikna líka? Já, mjög góður að teikna. Styttist í að við hringjum í múttu og Við höfum að hringja til Kýpur líka? Já, við ætlum að hringja til Kýpur út á landsleiknum og hringja í múttu og henda á hana hraðaspinninga. Sko málið að við hringjum í heimasímann hennar. Já, þetta er ekki. Já, ég held hún sé á morgunvöktum. Já. Og ef við hringjum bara beint í heimasímann, ef hún heima þá svarar hún alltaf, hún ekki með númerabirti. Já, það eiginlega best sko, við þurfum alltaf að reikna með því sko. Trixið sko. Herri, þetta fyndi mig, ég var að fá tölvupóst. Já, þú ætlar að lesa um tölvupóst. Já, ég ætla ekki að lesa, þetta er bara svona, ég fekk tölvupóst. Já. Og viðkomandi sendi sem sagt sko, bara, það sem er efnið tölvupóstsins. Já. En upphafið, þá hefur viðkomandi alltaf annarkvort að skrifa sko Hæ Sverrir. Já. Eða Sæll Sverrir. Já. En gerði hvorugt og skrifaði Sæ Sverrir. Sæ Sverrir. Er þetta búið? Nei, þetta er það og ég var að lesa þetta. Stendur svo, Sæ Sverrir. Ég var að velta Þú sagði mér áðan að þú ætlar að lesa fyrir mig eitthvað sem þú hefði grenja og hlátrið. Ég grenja og hlátrið. Já, þá held ég ykkur að senda fyndin tölvupóst. Nei, ekki svolítið sko. Nei, ok, bara hausinn. Sæ Sverrir, eins og ég sé einhver svona maður hafsins Sæ Sverrir, hann er komin hérna til okkar, hann Sæ Sverrir. En að byrja að nota þetta bara svolítið, Sæ Sverrir. Nei, Sæbertu. Mér að svo fyndið, ég replæði á þetta sko. Já. Og veist, eitthvað svona, hvort með gríni tilbaka sko. Þetta var alveg magnað svona þegar ég sá þetta fyrst sko. Já, þetta var gríðarlega áhugavert og skemmtilegt. Sæ Sverrir er komin hérna til okkar, hann er nú maður hafsins. Á ég ekki bara setja á eitt dúndurlag Var þetta lilla saga? Já, þetta var ekki eins og saga. Og ég kom með númer hérna á pósthúsi í Kýpur. Í Kýpur, maður? Já, þar er Kýpur, þetta er Evrópubauksstaður. Já, ég ætla að setja hérna. Er það ekki örugglega? Jú. Jó, Kýpur er alltaf í Evrópu. Alltaf í Evrópu. Aldrei að spurja svona upp á þetta því að við erum búin að auglýsa nóg hvað við erum heimskir. En ég veit reyndar að Kýpur í Evrópu, það er alveg staðfest. Er þetta ekki pínulítið eiga bara eitthvað? Jú, við eigum góðan sjens. Við eigum að geta unnið Kýpur. En sko, jafntefli væri samt góðslitt. Það veit ég fyrir víst. En áður við hringjum í Kýpur skulum við heyra Outlandis, Warrior og ég ætla að grafa hérna upp númer á þessu pósthúsi. Já, heyrum við þeim. Heldur þið tala ekki ensku alveg? Fjandinn hafi, við erum í Evrópu. Sofðu betur, komdu í Dorma. Vönduð heilsurúm á frábæru verði. Dorma Holtagörðum. Eitt besta úrval fæðubótarefna á frábæru verði. Höfum opnað nýja verslun í Holtagörðum og erum líka í Glæsibæ. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Á morgun er magnaður miðvikudagur og 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ötti og Sveppi með ykkur á þriðjudegi. Já, það er 11. september. Já. Og nóg að vera. Það er sól í hjarta
Og blíða úti. Já, skárri en í gær allavega, fjandinn hafið það. Það er allavega rafmagn á Íslandi. Já. Og það telst nú bara jákvætt á þessum ógeðslega klaka okkar. En ég held að það sem er á allra vöru með landsleikurinn í dag. Já, það er svona flestra. Já, hann er bara rétt á eftir. Já, hann fer að byrja. Og já, þetta er Kýpur sem við erum að spila við og Hefur komið til Kýpur? Nei, halló. Nei, ekki heldur. Aldrei. Ég hugsi aldrei eftir að fara á gældur. Já, aldrei sé aldrei. Nei, reynda rétt hér. En það sem við ætlum að gera er við Sveppin er búin að vera að ringja allan heim núna síðustu þriðjudag. Við erum búin að ringja til Kína og Japan og ég veit ekki hvað og hvað. Og það er núna komið að því að ringja til Kýpur. Alltaf svo fyndið að maður segir, ég veit ekki hvað og hvað. Við erum búin að gera þetta og þetta og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Og nú ætlum við að ringja til Kýpur og við ætlum að spyrja bara menn hvort þið séu orðnir spenntir fyrir leiknum. Já, aðtöku hvort það sé stemming fyrir leiknum í Kýpur, sko. Og er þið með eitthvað lið og eitthvað svona, sko? Já, er þetta ekki bara, þú veist, bjána, sko? Ég held að við vinnum þetta svona 6-0. Nei, en það eru með fínt lið, sko. Ok, við ætlum að ringja til Kýpur, ég veit ekkert hvað er þetta. Þetta er eitthvað pósthús þar. Ok, klassi. Aðtöku hvort það sé stemming fyrir leiknum, sko. Ég er nefnilega, hef alltaf gaman að fótbolta. Já, þetta er mjög spennandi núna, Unnu Noreg heima. Já, Kýpur, aldrei hef ég ringt til Kýpur á minni stuttuæfi. Παρακαλώ. Παρακαλώ, halló? Ναι. Παρακαλώ. Hello? Ποιος μιλά ρε? Yes, do you speak English? Ποιος μιλά? Dos Mila? Do you speak English? Hello? Ναι. Ναι. Do you speak English? Όχι. Oi. Oi? Όχι, όχι. Little? Ρε, ποιος μιλά ρε? Do you speak little English? Halló? Nei. Það voðalegur menn eitthvað þurri þarna úti í Kýpur. Nei, herðu, Þuri, hann var bara blóðheitur og ég er ekkert að fara að gefast upp hérna, sko. Nei. Ég er alveg lofað því, ég er að fara að ringja hann aftur, djöðlar hann tæpur eitthvað. Mali, svo bara eitthvað, do you speak English, little English, og svo bara skellt hann á. Þetta er bara þvílíku djöfusins dónaskapið, maður. Ég er að ringja pósthúsinu, hvað myndi hann gera ef ég ætti heima þarna? Þá myndir þú tala kýpersku. Nei, en ég verður bara nýfluttur og var að reyna að fá póstur á Íslandi. Já, en nákvæmlega. Ég vil að gaman að sjá þig hvað varst æstur. Nei, þetta var kjánalegt. Alltaf hringja strax aftur. Já. Hann lítur að geta að babla smá í ensku maðurinn. Já, það er sendt einhvern annan í síman. Nákvæmlega. Þetta er póstur, sko. Nákvæmlega. Halló. Yes, hello. Hello. Do you speak English? Yes. Yes, thank you. This is the post house, right? Speak? Speak. Yes. This is in Cyprus, right? Cyprus, yes. Yes. Oh. Okay. What is your name, sir? Μαλακίδης Χριστάκης. Αντώνη, έλα εσύ ρε. Malakiris Sersalis. Ok. Okay. Fyndi, hann heitir það sama á frændi minn. My name is Ötti. What is? Ötti, yes. And my name is Sveppi. Vekti. Sveppi. Ja, Sveppi. Can you say Sveppi? Don't know. Okay. Okay. I was gonna ask you. You're in Cyprus now. Yes. Are you gonna watch the football match later on? Later on. Yeah, it's Cyprus, Iceland. 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 In football. Yes, I know. Yes. Are you gonna watch it on TV? Στο TV. Are you? Are you gonna watch the match? Oh, no. 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 Do you think Iceland is gonna win? Does Cyprus? I don't. Do they have a good team? Maybe next speak Tassos. What? Maybe next speak there. Maybe next year. Next speak in there. Já. Yeah. So come in speak. Yeah, he's in Real Madrid. Yes. Okay. Já. So they have. So speak maybe I don't know. Yeah. So you have a good team. Yes. Yeah. Do you think you're gonna win Iceland? Iceland. Yes. Have you been to Iceland? Speak Tassos maybe Stammi. Stammi? Sjálfur Stammi? Stammi? Þetta gengur ekki. Það er alveg sama hvert við hringjum í heiminn. Það talar ekki ensku, maður. We are calling from Iceland. Iceland. Yes, Iceland. Yes, I know. Ísland. Yes, I know. Þú veist ekkert það. We are talking about the game. Yes, it's football match tonight is playing in Cyprus. Yes. In Cyprus, man. Cyprus Hill. In the Cyprus Hill. I know. Yes. Yes. Do you think your country is going to win our country? No? I don't know. You think Iceland win? Yes, no. No, yes, no. You have to answer that question. Just kidding. It's only me, Sveppi Krull. I don't know. I don't know, man. It's Paul. What is his
Prins Paul. Ok, herru, takk fyrir þetta gamli. Thank you, sir. Sorry. No problem. Have a nice day. Okay, sorry, sir. No problem. Okay. Sorry too. I don't very good speak English. It's okay. Me neither. Okay. Yes, Thank you, sir. Go, yes, go home. Herðu, þessi... Þetta var æði. Hann var nú samt að beðast afsökunar á hvað hann lélur ensku. Gefu hún hann í lokin. Já. En þetta er samt það svo leiðilegt að reyna að taka viðtal hvernig leikurinn fer. Já, við fólk sem skilur ekki tungumáli, sko. Við getum alveg hringt bara í litla barnið þitt. Já, hann reyndi að tala ágætt ensku. Hlustum á Cypress Hill, getum við gert það? Því að það er svona Cypress feelingur. Cypress í kvöld, eða bara rétt á eftir í fótboltanum. Þeir eru byrjar að hitu upp. Já, þetta er hljómsveitin Cypress Hill. Cypress Hill með legend. What's your number? Catch a hoe and another hoe. Merry Christmas. Manstu því? Já, þeir eru nokkuð geðvig glömmar. Some people tell me that I need help. Some people may fuck up and go to hell. Já, spila það næst. Já, bara að vera með Cypress Hill bara allan dag. Já. Það er komið að sturgluðum staðreyndum. Ertu tilbúin við það, Sveppi? Er það komið bara? Já, bara núna. Ok. Upp á sviðurinn, hvað eru stellingar? Já. Hvaða stellingar ætlar að vera í? Ég er nú yfirleitt í hundastellingunni. Þegar ég les sturgluða staðreyndir? Ok, hvað eru í hana? Já. Hvað ert að gera? Ok. Sanna. Ætlar að vera svona? Svona? Ok, þú voru sett að geta kommentir á þetta staflega, það draði þetta alveg niður, villisingurinn. Svona. Þá byrjum við hérna, sturlaða staðreyndir. Fyrsta, konur stela 4 sinnum meira en karlmenn úr búðum. Sturluð staðreind. Þannig að þegar það er svona búðarnöpl, það er mjög algengari á konum. Þetta er gaman að heyra maður. Já, ég held þetta að sé að því að það er að stela snirtivörum og svona. Já. Heldur það ekki? Já. Það er alltaf stinga maskara í vassan, sko. Já, þetta er eins og sko mammas John Terry. Já. Hún er sko dragandi hjólís og eftir sér að stelandi í búðum og sonurinn að fyrirlega enska landsliðsins þegar hún var að því og tengdamammans, spáði, John Terry. Wow. Mammas og tengdamammans voru sko stöðuðað við búðarnöpp þegar hann er... Þetta er nefnilega ekkert endilega sko bara einhverju útigangsmenn, sko. Nei, nú þetta er ekkert endilega því að langa til að eiga vöruna. Nei, þetta er bara kikkið. Já, þrillið. Ég þekki það. Því að, já, þú ert alltaf stelandi. Já, ég ger þetta. Winona Ryder, hún var stoppuð og Lindsay Lohan líka. Þetta er allt konur. Allt einhverja helvitis kellingar. Hættu þessu bara. Svo er það næsta. Google þénar $700 á sekundu sem er 90 skall. Nei. 90.000. Spáði. Það er ekki smá peningur. Við ættum eiginlega að ringja einhvern veginn til Google og segja bara Your earning a lot of money. Now 700. Þetta er ekki smá peningur. Vá, maður. Hvað út af hverju græði það svona mikið? Já, svo margir sem er að googla eitthvað. Hvað, ég borga aldrei krónu fyrir að googla. Nei, myndirðu stela bíl? Þetta þarf ekki að borga fyrir það. Það er menna auglýsa og eitthvað svona kæft. Svo næsta, tónlistarvídeónar í Hönnu með lagið S&M þarna lagi er bannað í 11 löndum. Okkur. Þetta er Sadomaso eitthvað og hún er í einhverjum göllum þarna og láta raskella sig og eitthvað. Þetta er það sem við vorum að ræða á hann í slúðrinu. Hún er hálfviti. Nei, hættu, ekki vera þú varst svo dómharður, ekki til hvers að vera að semja eitthvað lag um Sadomaso og vera í leðri í einhverjum myndbandi. Ertu ekki tjöppi lítil happy barnastjarnar sér? Akkur er þetta svona neikvæður eitthvað? Já, bara út í svona. Já, reyndar að þetta er vont fyrir börnin. Já, þau er ekkert að, veistu, svo horfa börnin mín á þetta á Pop TV eða hvað sem það heita þetta. Áður að veist það, þá var bara Bergþór Ingi og Þórdís Skalla með S&M og Þórdís Skalla með tattu og einhverjar indverskri gíðu við brjóstinu. Ég sammálaður. Já, hún þarf að fara að haga sér eins og manneskja. Já, ok. Svo er það næsta, gíraffi er svo sparkfastur að hann getur tekið hausinn af ljóni í einu sparki og hefur það gerst. Nei. Jú. Þetta er rosalegt. Bara því að lesa, sko, maður verður gáðar og að hlusta á FM 95 Blöð. Já. Næstur þú ert að lappa einhvers þar í Afríku, ekki fara fyrir aftan gíraffa. Ekki endilega fyrir aftan hann. Þú vilt ekki hann sparkið þig, sko. Nei, er þetta ekki líka bara að standa fyrir framan hann? Ég held að hann nái sama kraft þannig, bara eins og ég og þú í fótbolta eða. Hvað er þetta? Gíraffi standi bara svona og svo það kemur alltaf til önnu framlöpinn á honum. Er þetta afturfissi? Þetta er eins og hestur. Sér ekkert hest koma bara og sláðu utanundir með framlöpinni, sko. Það svo er það næsta. Meðalmaður er með 70.000 hugsanir á dag. En svo núna fórstu að hugsa um þetta.
Áðan varstu að hugsa gíra það. Þar undan varstu að hugsa Rihanna. Núna ertu að hugsa ég sé að segja þér þetta. Já, og svo ég líka að hugsa blátt, grænt, gult, hvítt, alla litina sem hérna inni. Já, þú ert að hugsa á ég að vera með headphone-in á mér. FM. 70.000 hugsanir á dag. Þetta er ekkert smáraði. Tölva, sími. Já, þú ert ekki að segja mér allar hugsanirnar. Litur. Þetta er magna. Hver taldi þetta maður? Já, ég veit það ekki. Svo er næsta. Endur geta látið hálfan heilan sofið en verið með hinn helmingi vakandi. Nei. Jó, og það er oft þannig að passa upp á svona börnin sín og hana. Já. Þá eru þau hálfsofandi. Eiga þau börn? Já, þú meina andarunga. Unga svona. Já. Það er ekki margir sem geta þetta nefnilega. Nei, engin manneska. Það vorst að spáði það. Þú vorst ekki að leina á að gera því, sko. En þetta væri góður kostur. Já. Spáði líka ef þetta væri þannig að ég geti núna sofið með þennan heilan bara. Já, og vera að tala með hinn. Og vera vakandi, já. Og svo bara herri, rótlega að hvíla hinn. Þá bara að tala við með hinnu. Já, það er það vekjan. Svo hinn getur verið að sofa. Þetta er út erfitt með og skrítið yfir glæfur önd. Þetta er mangið. Þetta er Ég heldur að það sé skelvilegt að vera önd. Ég held ekki þetta. Þú veist, þetta er ekkert bara, það er ekkert allar endur jafn Happy og Andrés. Nei. Þetta er ekkert bara Happy go lucky að rölda með þrýburuna hennan, sko. Nei, það er enginn í andabæ. Nei, þú ert bara hérna niður á Reykjavík sem er drullu og ógeðslega, degi og kulda, svo er einhverjir einn og einn sem hennar hendiði brauði. Þetta er öðvöld líf. Það var nóg að geta, það er endalaust allt brauði í þetta lið, sko. Nei, fólk að vera alveg duglegir að gefa öndun. Aha. Já, það eru áfram með þetta, hvað er í gangi hérna? Svo er það næsta og þetta fannst mér skemmtilegt að því að þú ert nú örvhentur. Örvhentir eru neikvæðari og hrættari heldur en réttendir. Kjaftaði. Nei, svo þegar ég bara hugsa út, ég hef búin að vera geðveikt neikvæðundir í hönnu og alla og það er svolítið til í þessu. Nei. Ég er ekki hrættur. Nei. Þú ert orðin flughrættur, þú ert orðin mun hrættar en þú varst. Já, það er bara ábyrðin. Nei, það er að því þú ert örvhentur. Ég geðveit, sko málið það, ég er ekki neikvæður. Jó, ok, núna frá hjartanu Sveppi, nú er ég búin að það ekki lengi. Já. Þú ert mjög jákvæður og allt svona eðlisfari. Það er rosalega neikvæðin í þér. Þú dæmir fólk sem þú þekkir ekkert. Já. Þú ert alveg nett neikvæður. Já. Það fer rosalega margt til dæmis að sitja með þér í bíl þú ert að keyra í umferðinni. Getur gert mig bara neikvæðan og geðbilaðan. Já. Þú ert alltaf vælandi. Alltaf brjálaður. Já, þú ert svolítið neikvæður. Já, það er rétt. Svo líka en þú ert skemmtilegur, það hjálpa þér. Já. Mér finnst það líka stundum þetta alltaf töff að vera neikvæður. Já, ég myndi fara að skoða það eins. Okay. Töff sem þú varst kannski á 20-aldurinn. Svo er það næsta, að minnst okkar 5 manneskjur hafi verið drepnar fyrir að unfrienda á Facebook. Vá. Það er ekki hægt að hlæja svona viðbjóð. Þetta er ógeðslegt. Unfrienda? Það er að fólki. Bara til dæmis ef ég nenni ekki að vinna lengur á Facebook, ég unfrienda og þú myndir koma hérna og setja bara pennan í hálsinn á mér. Bara eins og Joe Pesci í Goodfellas. Þetta er skelfilegt. Og svo er það síðasta sturlaða staðreyndin. Þú hlær 30 sinnum meira í kringum annað fólk heldur en þegar þú ert einn. Þetta er svona að segja, þetta er nú ekkert sturlu staðreynd. Og þetta hlærir maður meira í kringum aðra. Já, þú ert ekkert eitthvað einn heima og hefur elda mat bara. Setti mikið á tómatsós á disk. Sér hvað ég sett? Nei, það sér það enginn að því ég er einn. En þetta er nú samt alveg inn. Ég hef sprungjólhátur einn. Þá var maður að horfa á sjónvarpið eða eitthvað skemmtilegt. Já, það er eitthvað svoleiðis. En það er astnalegt að hlæja einn. Já, það er ekkert astnalegt svo sem. Það er ef þú ert að vakna á morgnana, klæðið í sikkot sokkin eða eitthvað og springur hlátri. Já, það er ekkert astnalegt, það er bara heimskur. Það er ekkert astnalegt að hverjum fyrst fyndi að bara klæða sig í sikkot sokkin og hlæja, hvað er ekki lægi með þig. Þetta voru sturla staðreyndir. Dagsins 12 mínútur í landsleik, við ætlum að lýsa eins að leiknum eftir, við ætlum að ringi móðu mína og henda á henni hraðaspurningar hér rétt undir horni. En ég er með lag sem kemur þér í gírinn, við vorum í Cypress Hill áðan. Manst eftir þessu? Þetta er líka svo hressandi maður. Sorry, Miss Jackson. Forever, forever, ever, forever, ever. Infidelity can be cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. Með ykkur hér á FM 957 og það er komið að dagskrárlið sem hann hefur nú gengið ansi oft upp með það hvað hann nennir þess ekki. Já, þetta er svolítið happ og glapp, en yfirleitt er þetta happ. Já, ég held að ég hef búin að heyra svona 15 sinnum í móðu minni síðan þáttunum byrjaði. Já, og hún vill aldrei tala við okkur. Nei, og það er bara góður árangur. Við reyndar að nota ýmsar aðferðir til að ná á henni. Já, leyninúmer, hringi vinnun hennar. Já. Og ég sko, ef við ekki bara, það er nafnilega eitt sem okkur datt í hug í dag. Við höfum hendin óvænt í hitaklefan
hann. En við höfum aldrei sett hann í hraðaspurningar. Nei, við höfum öskrað á hana. Já, við höfum öskrað á hana. Já. Og það að segja í útvarpsvinnu. Já, en hún aldrei farið í hraðaspurningar. Og það eitthvað sem við höfum gert við all okkar gesti og... Já, ég held líka bara sko múta og hellinga fans þarna úti sem að vera alveg til að kynnast henni betur. Já, dróttum í dýri. Og þú hugsar út í það. Og þetta mjög góður vettvangur til þess að komast að miklu fólk. Já, hún líka sko, hún orðin bara nett útvarpsstjarna. Hún var bara að sætta sig við það. Ef fólk að fara að heilsa á götu. Já, ég ætla að hringja fyrst í heimasímanina því við megum sko. Og fyrir eitthvað sem langar að kíkja betur á hana, þá hún afskaplega hugguleg dökkar miðaldra kona sem vinnur á flugfélagi Reykjavíkur. Já, ég er að hringja heim til hennar því að sko, hún getur verið fann að fatta leyninúmer á gemsan sko. Ég held að það sé ekkert margir að hringja henni með leyninúmer sko. Er hún heima eða í vinnunni, kannski? Já. Mamma? Já. Drauti. Já, helskan. Hvað segirðu? Sæmilegt bara en þú. Herri, ég góðu, hvað það gera? Já, ég nú bara ekki að gera sérstakt, ég bara nýla okkur með þeim. Það varst að koma vinnunni bara? Já. Já, ok. Já, kíktu aðeins til Doxa. Kíktur þau? Aðeins til Doxa. Nú? Já. Gælt í lagi? Já. Það er bara kvef. Kvef, ok. Það er nú erfitt að fá eitthvað við kvefi, sko. Það er ekkert við kvefi, sko, nema bara trefilling góði. Já, en þegar þú lekur stanslöstur aður auðan, ég græta allan daginn, ég nenni því ekki. Nei, það myndi ég nú líka gera ef ég ætti stráka þessu auðan Blöndal. Þú þá gráta allan daginn. Já, ég heyri þú út kvefuð. Já. En það er nú stemming í þér. Er það ekki? Já. Þetta er fyrsta sinn sem að your fans fá að heyra þér svona kvefa? Já, það er ekki oft sem ég svona kvefuð. Svo að ég er að fara út og þá nenni ég ekki að vera svona kvefuð. Hvert er þú að fara? Washington. Washington DC? Yes. Bara einu, nei. Nei, við erum að fara á nokkra kellingar saman. Það er skvísuferð maður. Taka stelpunna með mér og svona. Já, vel gert maður. Já, byrju, eru Maja og Dæja að fara? Já. Já, takkar að byrja mér. Þetta er stelpuferð. Öll börnin nema ég. Þið getur bara að fara í bíó. Ég hef alveg sagt þess að þú myndir ekki nenni að vera með okkur. En við erum búin að vera að hugsa hérna. Herru, já, það er eitt sem ég ætla að spyrja það maður áður að við setjum þraut dagsins á þig. Já. Það er þú lést eins og sko, ég var að rifja upp daginn í útvarpinu, manstu þegar ég fór til tannlæknis sem krakki og þú lést svæfa mig. Hvað átti ég að gera? Og manstu, var ég ekki... Það var að laga í það tönnina. Og var ég ekki veikur eftir það? Nei, sko, málið var það var gert við tönni í þér. Já. En svo hafði komist eitthvað bakteri eða eitthvað í tönnina, þannig að það var komið sýking. Já. Og það var svo mikið mál að gera við það og þú varst svo litlega hrættur. Ég var hrættur. Það var svo hrættur. Litla skinnið. Já, og það til þess að ekki væri hægt að laga tönnina, það var bara að svæfa, það var ekki til manni að ræða. En er það eðlilegt að foreldrar láti svæfa börnin sín svona rétt áður að fara til tannlæknis? Ég meina, rétt áður að þið fara til tannlæknis og svæðu hjá tannlæknis. Kannski þú svæfðu bara einhverju heimahús í Breiðholti. Þetta var á Selfossi. Já, ég fann að hugsa sko að þú sendir mig í Playboy joggingali í skólan, svæfið með áður fyrir tannlæknis. Ég er ekkert hissa hvernig ég venda. 7 ára, var hann ekki 7 ára þegar maður svæfður? Já, eitthvað svo leiðis. Nei, ég var yngri. 6 ára. Þetta er enda mjög gott trikk sko. Maður ætti að svæfa börnin sín í fleiri tilfellum. Svona, veist, í fyrir flugferðir langar og svona. Já, ekki gæti ég láti krakkan kveðjast bara. Nei. Þetta var gott þér. En herru, það er komið eitt. Þú ert alltaf að segja við mig og segja komið svo mikið aðdáðandum eftir að varst útastjarna. Já. En djöfusvist líin í það, drengur. Þú varst að segja mér þetta eða fólk byrja að stoppa þig í kringlunum og svona. Það veit ekki hvernig ég lít út. Þetta var þekkið mig. En hérna... Þú hefur nú oft rætt við okkur að þið hefur drengt það lengi. Já, lígi. En þú hefur oft rætt að þið langir svo í hraðaspurningar. Nei. Já. Það langar mig ekki. Og það er komin tíma á að svona hlustendur fá að kynnast útastjörnunni, Hafdísi Sveinsdóttir aðeins betur. Það strákar í alvöru. Og það sem þú ert að gera núna, mamma, þú ert að hreinsa hugann. Hreinsa hann alveg, það er nú ekki erfitt út að kvefu. Já, við erum að prófa hraðaspurningar. Til þess að ég fara að svara einhvern spurningu. Þetta er fyrir your fans. Aldrei að let your fans down. Það er beisað núti sem að býður eftir þessu. Nei. Herðu, ég veit að það er bara allt stopp í háskólanum núna. Ertu klár? Já, ef þetta er ekki einhvað aðeins hallarslegt, ég nenni ekki nefnum viksu, sko. Ok, hreinsa hugan, ertu búin að því? Já. Ok, þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Planes in the Notebook. Hvað svo? Beist eitthvað með aðeins? Nei, Plane, Train
and Automobiles. Já. Planes, Trains and Automobiles. Þú bjóst í Bandaríkjunum ekki? Við byggum ekki saman það, tók ég ekki með. Jú, þetta heitir Planes, Trains and Automobiles, en okkar ertu til. Já. Já, þetta er svo pappi í enskunni. Þá er það næsta, 1, 2 og besti matur. Humar. Upp á hljómsveit. YouTube. YouTube. Latex eða leður? Leður. Besta lið... Sko, svepp áttu þessa. Besta liðið í ensku? United. Þarna þekki ég þig. Uppáhaldsbarnið þitt? Öll. Ó, ég held að vera að segja Öddi. Hvað drekkur á djamminu? Gin. Tapar alltaf í spilum? Nei. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýrir eru í valinu? Ég veit það, hundur. Nei, móta, þetta má ekki. Þótt ég að segja ekkert. Var það fyrsta sem kom í hugan? Nei, var þetta fyrsta sem kom í hugan? Já. Já, ok, já, ég er ánægð með. Það er mikið snottast. Nú veit ég okkur er lóðum snottast. Það er ok. Upp á sjónvarpsþættir. Þetta er hugsað svona dösti ég. Nei, ég er ánægð með. Þú svaraði bara fyrsta sem kom upp í hugan. Já, ég meina Jóngnar borgarstjóri sagði svín, þannig að það lítur í lagi. Upp á sjónvarpsþættir. Hvað séu þau? Upp á sjónvarpsþættir. Ó, ég veit það ekki. Hvað kom fyrst í hugan? Þú horfum mikið á sjónvarp. Grey's Anatomy. Hvað fyrir mest í taugarnar þér? Það verður ekkert í taugarnar á mér. Nei, ok. Þegar við hingjum. Já, fyrst. Upp á slið á Íslandi. Breiðablik. Breiðablik. Ef að Sveppi stæði allsberg fyrir fram að þið, myndirðu horfa? Já. Ég veit það. Það er svona, þetta er eins og bílslist, maður horfir. Þú komst nú bara ágætlega frá þessu. Þetta var glæsilegt. Já, ekki. Já, þetta var snill. Ég er ekki frá því að þetta sé skemmt, veistu það. Það er þessi Washington-ferð, hún er að gera helling fyrir þig. Ég hef aldrei heyrt því svona hressa í útvarpinu. Nei. Ertu búin að rífa flippana einum með það? Nei, ég er á morgunvaktin. Það kannski sé að 5 í morgun. Það er svefngalsi þér. Það er galsi í kellingunni maður. Það er vel gert. Kvefuð grátandi svefngalsa, þetta er stór hættulegt. Gæðislega, Jesús minn. Herren, takk æðislega fyrir þetta. Þetta er skemmtilegt að síndalega lengi. Ég er ekki með frí næsta þriðjudag. Já, heyrðu, ég ætla að biðja þeim að gefa mér frí næsta. Ég heyri betur hér í kvöld, áttið barna. Gaman að heyri þér, skvísa. Ok, bye. Hún var í stuði núna. Það var létt yfir henni maður. Ég er ánægð með hana. Hún svaraði fyrsta sem henni datt í hug og... Þetta er að besta sem hún hefði gert fyrir her fans. Og hugsaður út í það. Já, ég held að það sé núna, her fan base is getting bigger. Já, þú getur rétt ímyndar. Hún er alveg bara, hún er að sópa sér fólki, sko. Þetta var Hafdís Sveinsdóttir, móðir mín. Indist. Ég lukk alþjóðlegu prófi frá Naglaskóla ProNails og vinn nú á Snyrtistofu í Reykjavík. Erum að taka á móti skráningum á snirtiakademian.is. Naglaskóli ProNails. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. FM 95 Blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Valdimar með lagið Þú ert mín. Valdimar. Já, stórkostlegur söngvari þarna á ferð og góð hljómsveit. Þetta kom úr Keflavík sýstir okkar. Landsleikurinn byrjaður. Það komu alltaf góða að kemur frá Keflavík. Já, veistu það, ég hef reyndar alltaf verið mjög hrifinn af Suðurnesjum. Já, ég mér er gaman að koma til Keflavíkur. Ég hef alltaf skemmt mig vel þegar ég fyrir þangað. Ég hef aldrei skemmt mér í Keflavík. Aldrei? Skilur ég aldrei fara á ball í Stapanum eða neitt? Aldrei. Ok. Aldrei fara á ball í Stapanum, aldrei fengið mér svo mikið sem 1 bjór í Keflavík. Það er það maður, við þurfum að bæta úr því. Já, kallið minn, við þurfum sko að bæta úr því. Frábær bæri, en landsleikurinn er byrjar og staðan er 0-0 eftir 5 mínútur. Já, það gæti enda illa. Okkur? Leikurinn var að byrja. Ég er að djóla. Já, og sko, Íslendingar eru meira með boltan, en þetta er samt svo hættulegt. Eitt sem sló mig bara strax við að, þegar leikurinn byrjaði, þetta er svona eins og, það er eins og sé verið að spila bara í Lengjubikarnum á Íslandi. Já, það er tómu völlurinn nánast. Já.
nefndi ekki eins og ættingarnir að mæta það? Það liggur ekki, það Tómas Túkur og... Það verðist ekki að vera neitt gríðalegur áhugi fyrir þessu leik í Kýpur. Nei, ég verð bara við að kenna fáfræðminni, ég veit ekkert Kýpur, sko. Nei, ekki heldur. Þetta, ég bara, mér finnst frábært þessi með fótboltalið og... Já, ágætislið með þess, sko. Og þetta grænt græs þarna, það jákvætt. Ég hefði samt haldið að myndi nú mæta, nokkuð þúsund manns á landsleik. Þetta annað leikurinn í riðlinn. En það virðist ekki vera mikill áhugi þarna fyrir þessum leik. Nei, það alveg Tómas Túkur, sko. En ég var að spáði, viltu eiga að lýsa sig einhverju mínútunni? Lýsa fótbolta? Já, sjá svona hvor okkar stendur sig betur. Ég agalega að lýsa, sko. Já, þú þarfst samt að lýsa, sko, málið. Við náttúrulega þekkjum ekki þessa leikmenn hjá Kýpur. Þannig að það eiginlega bara búa til einhvern upp þar. Já, sko, við getum orðað þannig, ég þekki ekki einu sinni íslenska liði, sko. Jú, þekkjum íslenska liði, Sveipi. Það er tæft, sko. Við erum í sókn, nei, við erum búin að missa boltan. Ok, þá lýsa eins og sé geðveik stemming. Ok. Ertu til? Eins og þetta sé rosalega spennandi þó að sé ekkert að gerast. Það enda núna Kýpur í sókn, nei, við náðum boltanum. Þú byrjar, ertu tilbúin? Já. 1, 2 og byrja. Komið sæl og verið... Nei, ömmulega. Ok, byrjum við. Þetta er agalegt, ég veit ekkert hvað að segja. Þá byrjaru, 1 og núna. Já, Kýperar eru með bolta, þeir eru komnir inn fyrir miðju og það er allt í gangi, 7 mínútur búnar að leiknum og það er aldrei að vita hvað gerist í þessu leik. Það er eitt og annað framundan, það kemur sendingin í teg. Þarna sjáum við íslenska landslið búið að ná boltanum. Þeir eru búin að ná honum. Það er löng sending upp kantið, hvað er að gerast? Aron leipur völlin, hann hægir á sér enda ekki ástæðinu til nema að markmanninn og Kýpur með boltan. Þetta er gaman að sjá, Þeir eru komnir á fljúgandi siglingu núna, Kýperarnir. Íslendingarnir ná að stoppa þetta. Þetta er ná boltanum aftur. Eru komnir í hraðaskiptisókn, sendingin í teg, Kýperar eru í sókninni, það er skot í netið, boltinn fór í netið, en hliðanettið. 20 sekúndur eftir, það er allt að gerast. Hannes er með boltan í markinu og hann er að fara í útspark. Það er þreyta komin í mannskapin, enda 7 mínútur búin að leiknum. Þeir eru komnir í og boltinn í netið. Þetta er endursýning frá því áðan. Komið mínúta, þetta var skelvilegt. Ég get ekki tapað fyrir þér þarna, það er nokkuð ljóst. Þetta var rosalegt, maður. Ég fatt ekki að það var endursýna. Já, boltinn komin í neti. Það er þetta þeir skutur hliðanetti þarna þeir hjá Kýpur. Jöfnveld er ég góður, maður. Ok, maður sjá. Verði ég ekki að byrja þegar það er eitthvað að gerast í leiknum? Já. Það ég held að þú þetta að vera alveg frábær. Kýpur með boltan, þeir eiga auka spyrnu hérna við réttur aftan miðju. Þeir eru á sínum allar helmingi, hann feikar, ætlar að skjóta tilbaka, hætti við. Nú sendir hann fram, boltinu komið fram, stefnir að teka Íslendingar, vinna á boltanum, Emil Hallfreðs missir hann frá sér, Sjaka nú hjá Kýpur með boltan, sendir hann út á kantinn, þar er Nagisaki yfir á Olden Sinkang og hann og leikmann nummer 8 þeir að spila vel núna þegar Kýpur, þeir að sækja að íslenska liðinu, boltinn fyrir, nei, ekkert stoppar þetta, sendir hann fram, Íslendingar missa boltan strax aftur, það er eitthvað djöfusins á Íslendingunum núna, þeir eiga erfitt með að halda boltanum, Kýpur með boltan, spila honum vel á milli sín, leikmann nummer 3 yfir á nummer 4, þeir að spila honum sín með einvallarhelming og þeir senda hann fram, en fallegu varnarleikur Íslendingar samt í vesinni, þeir eru ekki að ná að halda boltanum, sem verður til þess að Kýpur með boltan og búin að vera með hann síðustu 2 mínútur, 9 mínútur búinir að leiknum, en þetta er vel opið og getur enda hvernig sem er, Kýpur með boltan sendur, shit, ég get aldrei í steilu leik svona, þetta var mínúta, við ætlum að ringja hér eftir öllskamastund í eitthvað landsliðsmenn. Þú fórst að nefna menn og nafn, hver er Kakasaki? Sko? Ég veit, ég bjóða bara til, þetta er Japans nafn hjá mér. Já, það gæti verið eitthvað svona. Kýpur er enda hérna í sókn og þeir eiga hotspinnu, þannig að meðan að Kýpur tökur hotna, ætlum við að hlusta á hrikalega flott lag með Muse. Já, kíkjum á. Þetta finnst mér flottasta lag á stöðinni í dag. Alveg, þú segir þetta alls konar lög. Nei, ég segi þetta líka stundum með Warrior. Já.
Hljómsveitin Muse með lagið Madness. Já, og það sem gerðist í landsleiknum á meðan við vorum í þessu lagi var að Íslendingar fengu frábært færi. Gylfi náði einhvern veginn að spóla sig í gegn, sendi frábæra sendingu inn á Birki Bjarnason en því miður var hann óöppinn með skoti í varnamann og við fengum hotn og það kom ekkert út úr því. Hvort búið í staðnum 0-0, það getur allt gerst í þessu. Þetta skemmtilegast að sjónvarpsefni í heimi. Hvað ertu að leggja Gumma Benanna? Já, ég heiti Gumma, ég alveg eins og ég næ honum. Nei, hún honum ekki. Ok. Það komið, býtu hvað, Já, hringdi Hannes. Og hringi Hannes. Já. Sko, Hannes í markinu núna. Í þessum töluorðum Hannes að spila knattspyrnu fyrir Íslandsbjörn. En þú heldur að hann sé bara að fara að skoða skoða misskól í hálfleik? Nei, eða bara, það eitthvað fyndið við að hringja í hann og meðan hann að spila. Ok, maður sé, steinblæðir númerið hans. Ég sendi einhvern veginn Eðismár SMS þegar hann var að spila með Chelsea móti Barcelona í meistaradeildinni. Það voru 20 mínútur í leik og ég sendi hvað er verið að bralla. Ég fekk svar 5 mínútur setna, sko. Já, ok, bara hann var að fara að keppa í meistaradeildinni. Já, þannig að þeir eru alveg með síman stundum, sko. Nei, skauti dómaran. Já, hann er náttúrulega ekki með síman núna, hann er inn á vellinu. Ég veit, það kannski er með hann í hanskanum. Nú, ok. Hringjum í hann. Ég er að hringja. Já. Sjá. Pældi hvað steikt ef hann myndi svara. Það myndi aldrei gerast þeirri. Og hann samt í marki og við sjáum hann ekki að tala í síma. Í hvaða heimi væri við þá, maður? Hvað er að þér, Jón Grís? Það er eitthvað vesinni, á hverju þetta ekki að fara í gegn? Já, það er eitthvað peklas í gangi. Maður sé, okkur fór þetta ekki í gegn hérna hjá. Þú ert ennþá búin að vera þetta í marga mánu og veist ekkert hvað þetta gera. Jú, það áttu að vera búin að laga þetta. Við lendum í smá símaversinni, hérna skal ég segja daginn í þættinum. Prófa þetta bara aftur. Nú ætti þetta komið hérna. Nei. Þetta byrjandi maður. Já, alveg, sko. Það er engin vinnu aðstæða hérna. Þegiðu, þetta er Hannes. Já. Við erum að hringi í landsliðsmarkvörðun okkar sem er í markinu núna. Já, og hann er í þessum töluorðum. Horfa á leikinn. Já, hann er að horfa á leikinn. Hann er að fá misskól frá okkur núna. Já. Og meðan hann er að spila landsleik. Já. Þetta er hann sem er Talolf. Ég veit ekki. Við erum allavega að þega hvort það hringi út. Hann er allavega ekki að taka hann úr hanskanum. Nei, hann er ekki. Hvað? Skellt hann á, eða? Og í sambandi Talolf, eigandi þessi... Nú er hann ekki með Talolf. 4804. Lestu þið stílabóðinn þegar þú heyri tónin. Veldu ferningin eða legðu á til að hætta. Sæll Hannes. Hæ Hannes, þetta er Sveppi og Öddi hérna. Í þessum töluð orðum, þá ert þú inn á vellinum í Kýpur að spila landsleik. Við erum að horfa á þig. Við erum að horfa á þig. Við ætlum bara að tekka hvort þú væri með kannski síman í hanskanum eða eitthvað svona. Já. Bara svona, veist... Það er 17. mínúta. Þegar þú heyrir þetta, þá getur þú hugsað já á 17. mínútu. Hvað var ég að gera þá? Já, þá hringdu við í þig. Þá hringdu við í þig og þá varst í beinni útsendingu í sjónvarpinu og þú ert bara í marki og ert ekki að gera neitt núna, sko. Nei, það er eiginlega ekkert skot komið á þig. Jú, boltinn fór hérna í hliðan þetta aðan, manstu. Já, og svo er núna markmaður Kýpur að fara að sparka út, þannig að þú ert örugglega bara rólur hinum einn í markinu. En hvað á að gera eftir leik? Já, náttúrulega getur ekki svarað á Talolf. Þú ert meiri Hannesinn. Þú varst maður leiksins eða á móti Noregi, manstu. Þá var hann gaman maður. Já, frábær strákur Hannes. Alveg yndislegur, stór og myndalegur og... Taktu það með þér á kottan í kvöld. Þú ert meiri átt að drengur og þú ert landsliðsmarkvörður. Já, nú ert að lenda í vandræðum. Hannes, á meðan við erum að tala við þig. Þá varst að verja! Þú varst að verja núna frá þeim. Þú ert með boltan. Skot á 18 mínútu, þú heldur á honum. Þú heldur á boltanum, ég er að sjá þig. Þú ert einbeittur. Þú ert að segja mér eitthvað að fara fram og svo varst að gretta eitthvað aðeins núna. Það kom skot á þig, þú varðir hann í jörðin og greifst hann svo á 18 mínútu. Þá voru við að tala við þig. Þetta er epíst moment, Hannes. Vá, svona gerist bara í topp útvarpi. Þetta er epíst. Ég heyri þér, Hannes, við ætlum að skella þig. Þá erum við búin að skella á Talolfið í ánum. Hætti þessu? Já, hann fekk skot á sig samt meðan hann tala við hann. Við erum að tala inn á talfólk hjá manni sem er að keppa í fótbolta og við erum að horfa hann í beti. Þetta hefur aldrei verið gert í sögu útvarps. Nei, ég ætla að senda honum SMS eftir leikinn. Gemli, við höfum þú myndið að hlusta á Talolfið mitt. Ó já, kallið minn, og gefðu þið tími í það. Fáum eitt gammalt og gott hérna með Eminem. Hann á sjúka aðdáðandur. Veitir þetta er Steen. I can see it all. Even if I could, it would all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad.
í fórsölu og taktu þátt í mótinu. Glæsileg vinningar í boði og glaðningur fyrir alla frá Dominos. Taktu daginn frá 27. september. Íslandsmót FIFA í Kringlunni. Skífan. Icelandic Tattoo Expo dagana 14. til 16. september í Súnasal Hótel Sögu. Stærsta tattoo-festival sem haldið hefur verið á Íslandi. 45 tattoo-artistar, freakshow með lizardmenn og margt fleira. Allar upplýsingar á icelandictattooexpo.com. 1600 sjóðandi milljónir í pottinum. Þvílík súpa. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. FM 95 blöð. Á FM 95. 30 mínútur búnar að landsleiknum og staðan enn 0-0 fyrir ykkur sem í umferðinni. Já. Svona spá hvernig staðan í leiknum og já, það sem sagt kortir eftir að fyrri hálfleik og allt í járnum. Já, Íslendingar sveimi þá, bara búin að eiga hættulegri færi. Já, það er alveg rétt sko. Þeir eru skein og hættu kýpirarnir sko, maður sér það alveg, þeir eru tekniskir og með góða fyrirgjafir. Já. Þetta er ekki búið. Þetta getur farið hvernig sem sko. En 1 stig væri ekkert slæm úrslit fyrir Íslendingar sko. Við erum komin með 4 stig eftir fyrstu 2. Við reyndar þurfum á öllum stigum að halda. Það hefur nú alltaf verið þannig. Og bara í öllum íþróttum hjá Íslendingum, þá hefur alltaf þurft öll. Við megum ekki, við erum búin að vera með sko boltan 57% og þeir 43. Nei, við 43 og þeir 57 stóðum. Ná var öfugt. Já, ná var öfugt, já. Einmitt, þeir eru að berjast. Þeir eru meira með boltan. En ég var að lesa eitthvað pistil hérna á FM-preppinu hérna. Þar sem að vera að tala hræðslu. Við hvað menn eru hræddir, hvað sé best að gera þegar þú hræddir og eitthvað. Og þeir segja mikilvægasta skrefið sem þú getur tekið í hræðsluðinni er að viðurkenna á sér hræddu við hlutin. Þeir segja að það sé bara strax stórt skref. Já, bara ef þú hræddur við ljón og segir það upphátt og þá getur þú verið bara að leika við þau. Það eru náttúrulega allir hræddir við ljón, Sveppi. Ég er að tala um eitthvað sem þú ert hræddur, þú veist hvað ég er að tala um? Það ekki? Já. Það er allir hræddir við ljón, hvað nennir ekki að standa beint á móti ljóni? Það er svo fyndið að sjá svipinn þegar þú eru hneykslaðar á mig. Já, af því að þú veist hvað ég er að tala um. En svo þess vegna ætla ég að spyrja, ertu hræddur við eitthvað? Já, ég er til dæmis með innilokunarkennd. Já, hvað ertu hræddur við innilokun? Ég veit ekki. Já, ég er hræddur við að lokast ekstra inni í þröngu rými. Ok, þannig að náður að koma út úr þessu. Með þessu, með því að viðurkenna, ertu búin að taka risaskref? Ég er samt alltaf skítræddur við. Það er að hjálpa þér. Það er ákveður með innilokunarkennd. Er þetta eftir að mamma og pabbi voru alltaf lokaðið inn í skápnum? Refsingin í bökkunum var ekkert grín sko. Það er svo gott. Ég er svona hræddur sko. Ég bara, mér finnst allt svona að vera lokbundinn eða lokaður eitthvað þar inn í þröngu rými og get ekki aðtapna mig ógeðslega óþægileg. Já, ok, þetta er ein hræðsla, næstu hræddu eitthvað meira? Já, veist bara til dæmis að sitja í flugvél sem er troðfull af fólki og ég er í miðju sætinu bara beltaður niður. Það finnst mér óþægilegt. Hversu óþægilegt er líka að fara inn í flugvél og hún er tróðfull og það er ógeðslega heitt inn og þungt loftið. Já. Ói, hvað með liður illa þá? Já, það er ömulegt sko. Sérstaklega líka þú ert á leiðinni heim úr einhverja gleðiferð. Já, þú ert kannski búin að sippa 2-3, lítill í þér og þunnur. Já. Það er bara með verið tilfinningu sem ég fæ. Já, það er svona, ég hræðist svoleiðis, en það er ekkert eitthvað svona, eitthvað alveglega hræðisla. Ég er þannig séð ekkert hræddur við neitt sko. Wow. Ég er ekki hræddur, nei. Ekki hræddur? Nei, ég held ekki sko, svona í fljótu bræði. Jú, ég er hræddur bara börni mín, skilur. Já, erlendis. Það er svona eina sem ég er hræddur það er bara einhver veikist eða eitthvað slæmt komið fyrir fjölskyldu mína. Þess vegna er ég að reyna að eignast óslega mikið af börnum. Já. Þannig að ef að hérna... En þá verður samt meiri til að hræddur Já, ég veit það. Þá verður reyna að auka á hræðsliðina. Já, en þá er mann kannski alveg sama ef einu er stólið. Ég er að djóka! Sérðu, þegar ég segir svona, þá fæ ég illt í hjartað. Já. En svo gott að því að ég er að grínast, náttúrulega. Já, ok, þannig að það bjargar þessu. Já, þannig að þú ert... En hvað þú hræddur við? Þú hræddur við eitthvað? Já, náttúrulega bara eins og vorum að segja, einhver myndi veikjast í kringum hann. Já, hræddur það. Já, ég hræddur fjölskyldun mína. Já. Og svo hræddur, nei, veist það, ég var loftræddur, ég er búin að sigrast á hann. Já, ok. Ég er ekki lengur loftræddur, sem er mjög skrítið og ég er ekkert eitthvað svona, ég sigrast á því. Nei. Það er bara einhvern veginn dó hjá mér, ég var mjög loftræddur sem úrlingur, sko. Já, ég nefnilega var flughræddur, þannig séð. Svo er ég núna í sumar hef ég farið í listflug. Já.
og í Það þarf að vera að stekja þig. Já, og svo í fallhlífastökk. Já. Hvort ekki var ég ekkert eitthvað sjúklega hræddur, meðan hvort ekki óþægilegt náttúrulega, en ég hræddari bara í flugvél bara. Já, ertu hræddur við kóngulær eða eitthvað svona kjaftaði? Nei. Það var kónguló inni, ok, ég verð að viðurkenna eitt. Ég er hræddur við geitunga. Akkur? Það veist, ég er ekki hræddur við, en ef ég komið til dæmis ef ég siti eitthvað þar og er að fá mig kannski að borða á Café Paris eða eitthvað, og kemur geitungur, þá ég stend upp og fer, svona, ég forða mér. Já. Ég er hræddur við geitunga. Já, samt ekki þannig að þú bara sefur ekki nóttinni og er bara sveittur og bara dreymir geitungar sem að rífa þér tennurnar eða eitthvað. Nei, býttu, hvað er það þannig sem þú hugsaður innilokkanakenduna þína? Það er ekki smá hræðsla. En, já... Þannig það er öllur að botninkolt, þá erum við blöðmaðurinn ekki hræddur við neitt. Nei, við erum alveg nokkuð ferskir. Ekki hræddur. Ég vil minna á að ef Ísland vinnur Kýpur, þá ætlar English Pub að bjóða upp á frían Egils Gull strax eftir leik. Þannig að fyrir ykkur sem er að horfa á leikinn þar eða er á leiðin að horfa á leikinn, þá verður frýr bjór hjá English Pub í boði ef að Íslendingar vinna. Ertu að minna? Já. Þá fer ég þangað. Já, til að náður innan eina fría bjór. Já. Það er 35 minútur búin að leiknum, staðan er ennþá 0-0. Við skulum fá eitt rándýrt þetta með Kanye West. Svo styttist í lagið á leiðinni heim. Já, rétt. Þetta lag hefur enda verið þar. Þetta er það flott lag. Þetta á alveg heima þar. Aha. Það þarf að vera eitthvað Golden Oldies, finnst mér sko. Þetta er gammalt lag með honum. Þetta er það flott lag að þetta fær mig til að fyrirgefa honum hvað hann er vitlaus eins og vorum að ræða í slúðurinn á hann. Já, þetta er bara svo megas. Þetta er vitleysingur en hæfileikar ykkur. Ég er meira spennandi leik. Þetta er ekkert að gerast í þessu. Það er eitthvað sem að, er það að missa leiknum þá er þið basically ekki að missa af neinu. Nei. Það er 0-0 eftir 40 mínútur. Engar fréttir eru góðar fréttir. Já, að reyna að hanga bara stíginu. Já, við fögnum stíginu sko. Sérðu, nú er Ísland í sókn. Nú gæti það gert sko, það er 5 mínútur, það fer að detti marka. Það er alla sóknirna búin að vera svona, við fáum boltan og svo það fer að detti marka mínútuna mikla sko. Já, 44. Já. Þetta er, nei, Kýpur vinnur boltan. Það er ekkert að gerast í þessu, þeir eru ekki að missa neinu, við ætlum að fá örstuð skilaboð, svo förum við í lagi á leiðinni heim og ég er búin að velja eitt rándýrt lag og það kemur hér eftir örskamma stund. Veistu hvað staðan er á reikningum þínum? Eru launin komin? Er búið að millifæra á því? Með einum smelli í appinu tekur stöðuna. Arion banki. Icelandic Tattoo Expo dagana 14. til 16. september í Súnasal Hótel Sögu. Stærsta tattoo-festival sem haldið hefur verið á Íslandi. 45 tattoo-artistar, freakshow með Lizard Men og... Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 9. Það er hárrétt hjá þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og það er komið að dagskrárliðnum lagið á leiðinni heim. Ég er ekki búin að segja þér hvert lagið er, Sveppi. Nei, ég er með áhyggjur af því. Af hverju? Æ, þú ert svo... Þau eru alltaf flott. Já, þú ert samt svo steiktur stundu, sko. Hvað mennar? Finnst þér ég með lélegan tónlistarsmekksverður? Nei, út með mjög, út ekki beint með, neitt sérstaklega, út bara með, þú fílar alla tónlist. Þú getur fílað alveg eitthvað lag með Rolling Stones og Beatlesum og öllu þessu dóti. Já. Svo ertu alveg líka bara, já, þetta er gott, eitthvað Justin Bieber og eitthvað, og svo ertu YouTube maður, og svo ertu Nirvana maður, og svo ertu Pearl Jam maður, og... Já, sko, þó ég segi að... Svona með gríðarlega víðan. Þó ég segi að Justin Timberlake hafi skánað sem tónlistarmaður, það þýðir ekkert að Justin Bieber, þá þýðir það ekkert að ég sé að smella disk bara með honum í bílnum minn, sko. Ég myndi aldrei kaupa með Justin Bieber disk. Nei. En ég er bara svona að segja að tónlistarnir séu skána svona. Já, ég veit það, en þess vegna er ég að segja, sko, það gæti komið eitthvað frá því núna lagið á leiðinni heim bara, þetta er geðveikt og maður bara svona, hvað, nei, ég alveg hlusta á þetta er geðveikt. Tala ég svona? Finnst þér ég tala svona? Hlusta á þetta? Nei, ég er að djóka, ég er að íkja. Þess vegna er ég með áhyggjur af því. En þú munt hafa gaman að þessu lagi, ég skal lofa því. Það er enn staðan ennþá 0-0 hjá Íslendingum, 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Komið að laginu á leiðinni heim og þetta lag hef ég aldrei spilað í þessum þætti. Ég hef eins og að spila þessa hljómsveit. Þú nefndir þessa hljómsveit aðan, enda er þetta mín allra uppáhalds. Nirvana. Lagið heitir Where Did You Sleep Last Night? Þarna erum við að tala saman, kallið minn. Já, nú er að hækka. Já, ég skal syngja með, sko. Botnabílinn. Nei, ekki botnabílinn. Kerið valega. Þetta er svo hrikalega flott. Kurt Cobain, Dave Grohl, Chris Novoselic. Nirvana með lagið á leiðinni heim sem heitir Where Did You Sleep Last Night, tekið af Unplugged í New York.
Klukkuna vantar 10 mínútur í 6. Íslendingar, að gera jafntefli á staðinu núna við Kýpur. 0-0 í hálfleik. Og við sveppurinn erum, búin að klæða okkur hérna í úlpunar okkar því að við ætlum að bruna heim og horfa á seinni hálfleikin. Já, við verðum að ná seinna hálfleikin. Bruna og við þakkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Klöppum fyrir ykkur eins og þið heyrið. Já, takk kærlega. Var að setja þetta inn, eins og magasín, geta sett inn svona klapp. Já. Takk fyrir að hlusta í dag. Og ég og Pétur Jón Sigfússon eða PJ6 Fusion verðum mættir hérna morgun klukkan 4. Takk ég vel á móti Rikka G, hann er hérna rétt og mættur í stúdíó og verðum með ykkur til 9 í kvöld, Sveppi. Takk kærlega fyrir daginn. Mín og ránaðin. Þú ætlar að heimta inn að bruna heim ára á leikinn? Já, ég ætla að gera það. Já. Hvað ætlar að borða í kvöld? Fiskur í matinn. Fiskur í matinn. Ég sá það sko í morgun sko, það var Gamla búin að rífa út einhverja ísu, frosna ísu. Gamla, það sem sagt konaðinn? Já, Gamla má. Já, töff hvernig kallar hann Gamla. Gamla geitin maður búin að rífa út ísuflak maður. Já. Þetta er svona holdt og gott. Svo holdt maður, ég var að taka upp kartöflur helgina, ég glemdi að segja frá því, það spurði hvað það gerum helgina. Já, væri til að senda með tölvupóstinn bara. Já, ekki að senda myndir. Hvað eru svaðaðið að stórar maður? Takk fyrir hlustunum í dag, endum þetta á Alex Clare, Too Close, heyrumst á morgun klukkan 4. Uppskeran á þessu, sko, þess að stæstu. Á kartöflunum? Það er bara... Herðu, mannstöðum, við högstum 70.000 á dag, 70.000 hugsanir. Hvað hugsa núna? Nabbi, bíll, eyra, þú, þig, augnabrún, Váer, flugvill, Egill, ljós, tappi. Í samstarfi við Pepsi Max og hljóðfarahúsið Kynna. 10 vikna Music Production námskeið þar sem farið verður yfir allt það helsta í heimi pródúseringar og 4 vikna DJ námskeið þar sem farið verður yfir öll helstu grunnatriði DJ-tækninar. Music Production námskeiði hefst 13. september og DJ námskeiðin 15. september. Skráðu þig núna á hljóðheimar.is. Það er eitthvað svo haustlegt og huggulegt við þessar 1600 milljónir í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Það eru allir velkomnir í stuðið hjá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hefur þú prófað nýja heilkorna pizzubotnin á Wilsons? Hann er trefjaríkur og innihaldur engan hvítan sykur. Láttu botnin koma þér á toppinn. Wilsons pizza, sími 581 1515. FM 95 á FM 95. Bátur mánaðarins á Nonnabita er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Sofðu betur. Komdu í Dorma. Vönduð heilsurúm á frábæru verði. Dorma Hottakorn. Er þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls? Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðburði ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Jeroen de Flander, einn eftirsóttasti fyrirlestari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning er hafin á capacent.is. FM 95